Komið sæl og verið velkomin í föstudagskaffi Viðskiptaráðs. Í dag ætlum við að beina sjónum okkar að vísisjóðum. Við munum ræða umhverfi og mikilvægi þeirra og þau tækifæri sem sjóðirnir skapa fyrir íslenskt atvinnulíf. En í dag birtum við nýja greiningu á þjóðhagslegu samhengi vísisjóða. Á síðustu árum hafa svokallaðir vísisjóðir vaxið af umfangi og áhrifum allan heim. Skýrasta dæmi áhrif vísisfjármagn eða venture capital að flest framsæknustu tæknifyrirtæki heims hafa miklu leyti verið fjármögnuð af slíkum sjóðum. Vöxturinn í umfangi þessara sjóða á heimsvísu hefur verið hreint ævintýralegur á síðustu árum. Slík fjármögnun í bland við margt annað ein af forsendum þess að hægt sé að byggja upp ný fyrirtæki í samkeppnishæfu atvinnulífi. Ísland að nokkru leyti þátttakandi í þessari þróun. Á síðustu árum hefur mikið fjármagn farið í sprota og fjárfestingar vísisjóða í ár munu nema að minnstakosti 6,9 milljörðum króna. Það meira en tvöföldun á því sem við höfum áður séð frá árinu 2015. Þetta sést líka í því að fjármögnun vísisjóða hér á landi með því mesta sem gerist meðal OECD-ríkja, ef við horfum til stærðar hagkerfisins. Þó þarf að hafa í huga að gögnum þetta eru ekki fyllilega samanburðarhæf milli landa. Hér á landi sjáum við líka að útgjöld fyrirtækja til rannsóknar og þróunar hafa það bil tvöfaldast að raunvirði. Þar sem vísisfjármögnun oft á fyrstu stigum sókn þess ásamt rannsókn og þróun dæmi töluverðan meðbyr. Þessi meðbyr hefur þó ekki alltaf verið til staðar og að sumu leyti enn langt í land. Í samanburði við Norðurlöndin hefur Ísland ætíð mælst töluvert á eftir í þætti fjármögnunar í samkeppnishæfni en einnig í aðgengi að fjármagni vísisjóða. Sú staða hefur þó sem betur fyrir batnað nokkuð hratt á síðustu árum, enda hefur mikið verið lagt í að bæta möguleika vísisjóða og annarra sem vinna að því að byggja upp nýja tækni og ný fyrirtæki. Tvö augljós dæmi annars vegar stofnun sprota- og nýsköpunarsjóðsins Kríu og hins vegar aukinn skattafsláttur vegna rannsókna og þróunar. En hvaða máli skiptir þetta svo fyrir hagkerfið og daglegt líf? Niðurstöður rannsókna nokkuð skýrar og þurfa ekki að koma á óvart. Vísisfjármagn eykur hagvöxt, hækkar atvinnustig og býr til brú fyrir þekkingu á milli háskóla og atvinnulífs. Þrátt fyrir þetta árangurinn hér á landi ekki svo mikill í þjóðhagslegu samhengi því að við 1% starfandi Íslendinga starfa hjá fyrirtækjum sem eru fjármögnuð af vísisjóðum. Bíðum þó aðeins. Hér aðeins að ræða fyrirtæki sem eru í augnablikinu fjármögnuð af vísisjóðum, ekki þau sem hafa verið selt. Þetta segir okkur líka hversu mikið getur verið í vændum þegar fleiri og stærri fyrirtæki sprett upp úr jarðvegi vísisjóða. Þeir geirar sem sjóðirnir almennt fjárfesta í eru þeir þar sem framleiðni vöxtur hvað mestur og það þarf enn meira fjármagn þangað því sögulega fjárfestingastig almennt lægra hér en í öðrum iðnríkjum. Sama gildir rannsóknir og þróun og í ofanálag erlend fjárfesting hér á landi lítil. Allt þetta þarf að breytast til að nýjar atvinnugreinar framtíðarinnar geti vaxið og dafnað. Í okkar huga blasir við að auki fjármagn í sprota og fyrirtæki á fyrstu stigum ein grunnforsenda þess. En þarf eitthvað að gerist í umhverfinu til að við getum gripið þessi tækifæri? Svarið náttúrulega já. Bæði beint og óbeint hægt að auka líkunar á að vísisfjármagn verði nægt og það skili árangri. Dæmi þetta væri bætt samkeppnishæfni skattkerfisins sem í dag mun lakari en hjá þeim þjóðum sem við berum okkur saman við. Hann mætti færa meiri sparnað til ráðstöfunar hjá einstaklingum, laða að erlenda sérfræðinga og auka áherslu á raun- og tæknigreinar í menntakerfinu, auk þess að ryðja hindrunum úr vegi erlends fjármagns. Að lokum má draga greiningu okkar saman í 3 lykilatriði. Í fyrsta lagi þá mikill meðvindur með íslensku vísisjóðasenunni og hún gæti gripið tækifærin í bættu umhverfi. Í öðru lagi þjóðhagsleg áhrif fremur lítil enn sem komið en það ætti og mun að öllum líkindum breytast. Og í þriðja lagi þá geta vísisjóðir leikið lykil hlutverk í að skapa nýjar útflutningsgreinar, sérstaklega ef við tökumst vel á við okkar helstu áskoranir. Við viljum samt vita miklu meira og því ætlar Agla Eir Vilhjálmsdóttir, lögfræðingur Viðskiptaráðs, að ræða þessi mál betur við Svönu Gunnarsdóttur, framkvæmdastjóra Frumtaks og Örn Valdimarsson, framkvæmdastjóra Eyris Sprota. Yfir til ykkar. Takk fyrir þetta Konráð og við erum hér komin með Örn og Svönu og ætlum að ræða þeim saman þessa greiningu. En þetta mjög áhugaverð greining sem fjallar svona umhverfi vísisjóða á Íslandi og þróun í þessum geira síðustu ár. Og eins og kemur fram í greiningunni þá hefur verið mikill vöxtur í þessum geira bara á heimsvísu á síðustu árum og má kannski segja miðað við allavega það sem fram kemur að Ísland hafi fylgt þeirri þróun svona að einhverju leyti.
En eru þið sammála því? Takið þið eftir að Ísland sé þáttakandi í þessari þróun? Já, ég myndi segja klárlega og það kannski fyrst og fremst að Norðurlöndin og Evrópa í heild sinni að taka mikið meiri þátt heldur en að var áður. Ég myndi segja bara síðustu 10 ár. Við erum að búa til svona, þá segi ég við, þá það hérna Evrópa, að gaft Bandaríkjunum þá þetta bara Evrópa, þeir sjá Evrópu bara, það öll löndin og líka Norðurlöndin, við erum öll bara eitt og samnefnari. Þannig að við erum mjög heppin að við höfum í raun geta teika það svolítið mikið sem þetta Nordic brand og Evrópa og það að koma svona alvöru unicorn núna frá Evrópu sem að vekja athygli erlendra fjárfesta að fara í þessi fyrirtæki. Þannig að ef ég tala fyrir frumtak þá höfum við klárlega séð það núna síðan svona 2015 miklu meiri áhugi að koma og skoða hvað við erum að gera. Einmitt. Já, ég tek undir það engin spurning að Ísland að þáttakandi í þessari alþjóðlegu þróun sem aukin áhersla á vísi fjárfestingar og nýsköpun. Það sem hefur einkennt á svona alþjóðlegu samhengi að það að fara töluvert meiri fjármunir í þessa tegund fjárfestinga heldur en áður. Þetta hefur verið mjög vaxandi undanfarin ár og það sami að gerast hér og líka á einhvern hátt þá þetta sem eignaflokkur í rauninni að verða viðurkenndari eignaflokkur en verið hefur og það þróun sem byrjaði kannski fyrir talsveit löngu síðan sérstaklega í Bandaríkjunum eins og Svana segir hefur síðan Evrópa komið á eftir og þetta líka það sem að gerast hér á Íslandi. Þetta að verða alvöru velmetinn eignaflokkur. Við hér á Íslandi erum ennþá einhverjum árum aðeins og eftir þessari þróun en við erum að elta hana en við erum á réttri leið. Það frábært. Má ég aðeins bæta við akkurat það svo nefni varðandi eignaflokk að það núna, við erum náttúrulega svolítið eftir og við byrjum í raun 2015 að fara af stað en við erum að sýna núna að þessi fyrirtæki að verða til og að skila þannig að fjárfestar sem setja pening í vísisjóðina sem eru mestu leyti lífeyrissjóðirnir eru farnir að setja meira og stærra í sjóðina. Þannig að við erum að sjá að vera fleiri sjóðir og breiðara fjárfestinga svona stefnur sjóðana. Það kannski svona mjög mikilvægt skref sem hafa átt sér stað núna bara á síðustu árum. Já, algjörlega, eins og Svana segir, þessi þróun hér á landi tók ákveðið stökk 2015 þegar að það ár voru 3 nýir vísisjóðir sem að hófu göngu sína og sem sagt við hjá Eyri og frumtak með sinn sjóð nummer 2 og Brunnar með sinn fyrsta sjóð. Allt stoppsett 2015. Þar áður, frumtak byrjaði eitthvað 2009. 2008 og þar áður var svona nýsköpunarsjóður. Þannig að þetta búið að vera svona uppbygging og síðan komin Króberg, hvað það komin 2017 cirka og núna gerist það að það verið að reisa annan og þriðja sjóðin hjá mörgum aðalum og þetta lærdómsferli, þetta tekur tíma fyrir okkur öll sem störfum í þessu fyrir umhverfið og samanburðurinn aftur sérstaklega við Bandaríkin, þar þetta atvinnugrein, ef við tölum vísifjárfestingar sem atvinnugrein sem að byrjaði í rauninni kringu 1960 þannig að það þetta langur lærdómsferill sem að Bandaríkjamenn og síðan Evrópumenn eru búin að fara í gegnum sem við erum að fara í gegnum núna og það alveg eðlilegt að við sem störfum í þessu og fjárfestarnir sem leggja til fjármagnið séum að fóta okkur og verða betri í þessu, það það sem að gerast. Og það ekki nóg að séu bara vísisjóðirnir, þú þarf líka að hafa fyrirtækin til þess að fjárfesta í. Þannig að við sjáum mjög mikla breytingu líka, þar eru þessi fyrirtæki sem verið að stofna, eru þess eðlis að vísisjóðir hafa tök að fjárfesta í þeim. Þetta eru semst að gera eitthvað sem getur verið að vaksa mjög mikið á einhverju vissum líftíma sem að náttúrulega í Bandaríkjunum þetta bara í brít og lærir þetta bara í blóðinu sko. Og það má kannski segja að þessi svona vitundavakning mikilvægi þess að það sé gott stuðningsumhverfi við nýsköpun hérlendis þá kannski líka að hjálpa. Það svona smá vitundavakning á síðustu árum að við þurfum að stuðla að góðu nýsköpun umhverfi sem að sjálfsögðu hefur líka áhrif það. Ég myndi klárlega að segja það og bara þessi hraðalega líka sem hafa verið þeir hafa gert bara teymin hafa haft tök og virkilega svona æfa sig og svona hugsa vel hvað er að gera og undirbúa sig vel áður en koma til okkar. Ég bara að segja það, mér er mikill munur á og mikið til framdráttar, algjörlega. Já, það er mikill munur á og það er alveg rétt sem þú segir einmitt með umhverfið allt hefur verið að taka þessum framförum á þessu langa tíma. Það hafa verið að koma undanfarin ár
og kannski 10 ár sko, þá byrjar þetta með stuðningnum sem í boði í gegnum eins og Tækniþróunarsjóð og þess áttar, skattaívilnunin sem að koma inn og hefur núna verið hækkuð alveg upp í 35% fyrir smærri fyrirtækin. Þetta eru hluti sem að skipta verulegu máli inn í umhverfið, styður við okkar vinnu og við þessar fjárfestingar. Og síðan kannski það sem að farið að skipta máli líka núna, nú erum við farin að koma með sko frumkvöðla sem hafa reynslu, hafa náð árangri. Við erum með fyrirtæki, sprotafyrirtæki sem hafa náð árangri eða að byrja að vaxa og dafna og það út frá því kemur reynsla og lærdómur sem að í rauninni ekki hægt að öðlast á neitt annan hátt en að ganga í gegnum þetta og nýtist öllu þessu samfélagi. Og það sama á að vissuleyti við sjóðina sjálfa að við erum náttúrulega komið miklu meiri þekkingu og dýpri þekkingu og sterkara tengslanleta á þessum tíma sem við höfum verið að vinna. Þannig að við getum stutt mikið betur við fyrirtæki sem við fjárfestum í. Við erum ekki bara að setja pening en við erum að koma með eins mikla þekkingu og tengslanleta og við getum. Eins og bara ef við tala fyrir frumtak þá erum við svona generalistar, við fjárfestum bara almennt í tæknifyrirtækjum. En við reynum að finna og stefnum að finna sérhæfða fjárfesta með okkur. Eins og Meniga fá við fintech fyrirtæki í fjártækni og með Sidekick þá fá við heilsutækni sjóði með okkur sem að koma það með miklu dýpri þekkingu og geta opnað dyr. En nú verðist svona vera frekar erfitt að bera saman gögnum vísisjóði á milli landa en það sem liggur þó fyrir og eins og Konráð fór auðvitað af einhverju leyti yfir þá bendir það svona til að umfangi sé með því mesta sem gerist hérlendis. Hvernig það svona í takt við ykkar upplifun? Við náttúrulega vorum að þennan samanburð við Norðurlöndin og Evrópu. En hvernig upplifið þið þetta að umsvifin séu runni mikil í þessum geira hérlendis? Við náttúrulega vinnum alltaf svona per capita allstar miðað við. Já, ég myndi segja bara að við séum að gera nokkuð vel og við erum á góðri leið og ég held að sjóðirnir í dag, það mætti alveg vera fleiri sjóðir og kannski en við erum að svona ná virðiskeðinu, myndi ég segja. Það vantar kannski meiri vaxtafjármögnun en þið voru að loka vaxtasjóði sem frábært. Þannig að sko ég get tekið undir þetta hluta og hluta til ekki. Ég held einmitt að ef samanburðin fer fram á einhverju svona per capita leveli þá lítur þetta þokkal út hjá okkur. En við erum hins vegar bara á mjög litlu landi og litlu markaði og fyrirtækin, sprotafyrirtækin hérðan, þau eru að fara út í heim og þau eru að keppa við þá önnur sprotafyrirtæki sem að eru í mörgum tilvikum mun betur fjármögnuð og með þá fjárfesta og bakjarla sem eru mun stærri og öflugri en við hér erum. Já. Þannig að svona alveg hreinn og beinn samanburður hann gefur ekki endilega rétta mynd og ég held að það vanti í rauninni enn meira fjármagn inn í greinina hér á Íslandi. Það þarf kannski að vera líka stöðugra en verið hefur. Það hefur pínlítið verið þannig að þetta hefur komið í svona lumpum. Það var töluvert framboð hér af fjármagni til sprotafjárfestinga 2015 og 16 og það aftur núna þegar margir eru búin að loka og við þurfum að ná meiri samfellu í þetta. Og svo það sem að Svana nefnir eins og við vorum að loka sjóði sem að leggur meiri áherslu á að fylgja fyrirtækjum sem hafa fengið fjármögnun áður, fylgja þeim eftir. Það hefur vantað svolítið hér og þurft að leita meira til erlendra fjárfesta eftir því og ég held að það þurfa að koma meira af slíku fjármagni því að næstu skrefin, fyrstu skrefin hjá sprotafyrirtækjunum eru þó þessu erfið, þá eru þau ekkert endilega rosalega dýr. Það hægt að gera býsna mikið í góðu sprotafyrirtæki með góðu teymi fyrir 200-300 milljónir. Það hægt að gera býsna mikið þar. En í næsta skrefi, þú ferði í einhverja alvöru uppskulun og sækja inn á markaði, þá þarf ofta að sækja einhverja 10-20 milljónir dollara, 2-3 milljarða króna. Og það bara orðið sko stórar fjárhæðir í þessu íslenska samhengi. Og það svona kannski næsta skref sem við þurfum að horfa á að styrkja okkur í að komast á. Já, ég held að við sem algjörlega sammála. Ég tók þetta bara út frá vísisjónum en algjörlega réttgavart fyrirtækjunum. Og góðu punktur sem þú nefndi varandi og það eitthvað sem við þurfum að huga líka sem erum með vísisjóðuna að það fjárfestingatímabil sem að sjóðurnir eru með til þess að fara í ný fjárfestingar og við sjóðurnir eru svolítið að tikka á sama tíma þar.
Þannig að fyrirtæki, þannig að við erum á sama tíma, erum við ekki að fara í nýfjárfestingar, þá erum við að reisa næsta sjóð. Og þá mögulega ekki aðgengi að fjármagni og það eitthvað kannski sem við þurfum líka að huga að. En þá líka kannski áhugavert að horfa á starfsmannafjölda félaga í eigu eða fyrirtæki í eigu vísisjóði hérlendis. Og það verður sem að það umfang sé svona fremur lítið, ekki nema 1100 störf sem svona ríflega 0,5% af öllum starfandi á Íslandi. Myndið þið segja að þetta væri lýsandi tala svona í samhengi við það sem þið voruð að ræða? Nei, alls ekki og þetta eitthvað sem við líka í samtöku vísisjóða framvíst erum að vinna. Það eru gögnin frá vísisjóðunum. Þessi tala bara ein tala í lok 2020 bara fyrir fjárfestingarnar á því ári til dæmis okkur frumtakssjóðarnir hafa skapað rúmlega 1500 störf en við erum alltaf búin að selja fullt af fyrirtækjum og þau eru ekki þarna inni og bara til þess að gefa dæmi svona á fyrstu stigum fjárfestinga þá eru starfsmenn yfirleitt kannski 5-10 manns og í einhver tíma svo verður veldisvöxtur og það í raun að fara að tikka núna ef við tökum bara Konturland sem dæmi. Þegar við fjárfestum þar þá voru held ég 5 eða 6 og það eru 380 í dag. En það gerist ekkert, þú veist, það ekki svona linear vöxtur, það bara, og svo bara verður veldisvöxtur. Og það bara eðli þessa, þannig að ég held að við þurfum að skoða þessa tölu betur. Já, þessi tala einmitt kom mér aðeins á óvart, en einhver leyti getur hún skýrust hún hugsalega eins og Svannar að segja af því að mikið af íslensku sprotafyrirtækjunum eru ennþá svolítið svona snemma og það áður en að þau taka þetta stökk í starfsmannafjölda. Hitt sem dettur í huga geti spilað þarna inn í bara hvernig verður þessi tala til. Staðrindin auðvitað svo að við erum á litlum vinnumarkaði og hér getur verið erfitt að ráða sérhæft fólk eins og sprotafyrirtækinu að leita og það hefur orðið til þess að mörg sprotafyrirtækina hafa leitað út fyrir landstíðina og eru hugsanlega með hlut af sínum þróunateimum í erlendis í Austur-Evrópu og annars staðar og jafnvel sem verktaka og það spurning hvort að það er til dæmis að skila sig inn í þessa starfsmannatölur. Og svo við nefnum ekki sölu á markaðsstarf. Það oft, það teimi kemur í því landi sem er verið að byggja og fara inn á. Þannig að við erum að skoða, við erum að vinna í þessu í framvís. Já, það er svolítið kannski erfitt að taka einhverja svona eina tölu og einmitt líka með tilliti til tímasetningar og annar atriða. Já. En við nefnum svona í greiningunni nokkrar aðgerðir sem við teljum að ráðast í til þess að styðja betur við þessa möguleika sem felast í vísisjóðunum. Það má til dæmis nefna einföldun skattkerfisins, aukin fókus á STEM-greinar í menntakerfinu og fleiri aðgerðir sem að Konráð fór yfir áðan. Hvernig blasa þessar aðgerðir svona við ykkur og einhverja fleiri aðgerðir sem þið teljið að gætu gagnast? Já, kannski. Já, það sem ég held að hvílir mest á okkur snýri meitt að möguleikunum til að ná í gott starfsfólk. Þannig að einföldun skattkerfisins og aðrar aðgerðir sem að geta hjálpað sprotafyrirtækjunum að ráða fólk og ekki síst á kannski að fá fólk til að flytjast til Íslands og starfa hér. Það væri það sem að myndi muna mestu Þetta svo rétt að þetta snýst fólki og þetta fólki, það tvennt, það fólkið, það aðgengi að fjármagni. Þannig að við þurfum klárlega að liðka þarna, þannig að við getum bara verið með bestu teimin í fyrirtækjunum og ekki bara flókið og ekki taka langa tíma. Og svo líka aðgengi að fjármagni og eins og Örn sagði, það þarf að koma meiri peningur til þess að geta fyllt eftir að fullum þunga. Og við vorum rosa ánægð að heyra að heimild lífeyrissjóðanna var hækkað úr 20% upp í 35% fyrir þátttöku í vísisjóði. En þeir eru ekki að sjá að geta nýtt sérna þegar hún bara tímabundin. Þannig að við erum ennþá bara í 20%-unum, þannig að þú getur í raun í dag bara fundraisa á góður íslensku, bara vissa stærða sjóði. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að skoða líka. Já, og það kannski aftur það sem í vísi umhverfinu, sprotaumhverfinu, það oft verið að vinna á svo löngum tímaskala. Við erum að vinna með fjárfestingar og við viljum góðar fjárfestingar taka 10 ár pluss að verða einhverju. Það er málið og þannig að allur tímaraminn á þessum nótum og ef að umhverfið við fjárfestingar getum ekki treyst í að skattameðferðin
sé bara í býsna föstum skorðum núna og eftir 5 ár og 10 ár, þá truflar það. Þannig að einmitt eins og Svana nefnir þetta með reglurnar fyrir lífeyrissjóðina og þessuna aðra fjárfesta, skattaumgjörn og svoleiðis. Við þurfum meiri stöðuleika og meiri fyrirsjáanleika til lengri tíma. Já, þetta er eitthvað sem við heyrum líka aðildafélag okkar bara tannlast á í sífeldu, hvað þessi stöðuleiki skiptir miklu máli og tala sérstaklega líka erlenda sérfræðinga og komu þeirra til landsins og hvað það hefur reynst þeim gífurlega erfitt. Þannig að það er til mikils að vinna þarna. Bara algjörlega. En svona, hvað þessum vangaveltum líður sem að hægt er að gera úrbætur á kerfinu, hvernig haldið að þetta muni þróast á næstu árum? Svona, er engin takmörk fyrir því hvað vísisjóðir geta orðið til með stórir? Hér á landi, nei, valla. Þú veist, ég bara bind vonum við það að við höldum áfram þessar böt. Það er æskilegt að fá meira fjármagn inn í þessa tegund fjárfestinga. Þessi fyrirtæki sem að við höfum verið að fjárfesta í undanfarin hér bil 10 ár, eru núna að byrja að springa út mörg hver, þau sem hafa verið að ná árangri. Fyrirtækin sem við fjárfestum í dag, þau munu verða að flottum fyrirtækjum á næstu 5-10 árum og þetta tekur tíma og til þess að fylgja þessu eftir af einhverjum alvöru krafti þá þarf meira fjármagnin inn í greinina og fleiri þáttakendur í rauninni. Þannig að ég er bara mjög bjartsýnn á að það séu miklir möguleikar í þeim efnum. Ég er bara algjörlega sammála þessu og það er klárlega fullt að tækifæri þarna og það er líka gaman að sjá að það var svolítið þegar við vorum að byrja í fyrsta sjóðnum, það var alltaf þessi hræðisla við, ef eitthvað gengur ekki. En eðli þessara sjóða þetta eru áhættu fjárfestingar, að fara mjög snembær fyrirtæki og þó að alla fjárfestingarnar eiga að vera frábæra þá það bara Murphy's Law, 1/3 bara gengur ekki, 1/3 bara eitthvað svona og 1/3 borgar sjóðun tilbaka. Og maður finnur fyrir allavega við og ég er nokkuð vissum að deili þessu að það komi miklu meiri skilningur á þessu. Ég man bara þegar ég var að alast upp að það var ef einhver fór á hausinn, það var bara bara að flytja úr landi. En núna það bara, og hvað lærðu við og við ætlum að gera aftur. Þannig mér finnst það frábær þróun. Já, þetta er mikil hugarfarsbreyting sem hefur orðið yfir einhvern tíma og það er hægt að vera þetta tabú að fara og gera eitthvað og það gekk ekki upp. Það er einmitt þetta og ég held að þetta viðhorfa eins og orðar, hvað lærðu við af þessu sé svo mikilvægt sko. Og það er að koma og einhver leyti má kannski koma meira af því hjá okkar fjárfestum við þetta eðli málsins samkvæmt eru okkar fjárfestinir í vísisjóðunum að mörgu leyti íhaldssumustu fjárfestinir á Íslandi þeir eiga að vera það en þeir eiga líka að hafa hæfilegan hluta af sínu eignasafni í einhverju sem að er áhættusamt og eiga alveg að geta tekið umræðuna við saftu sína umbjóðendur auðvitað gengur þetta ekki allt. Það á ekki að vera vandamál fyrir stjórnarmenn í lífeyrissjóði að svara fyrir það ef að fyrirtæki sem að við fjárfestum þeirra peningum í gengur ekki. Það á ekki að vera vandamál. Og það er líka svolítið tilgangur með framvís að við erum að eiga þetta samtal til að upplýsa og fara yfir hvernig þetta er. Og yfirleitt þurfa að afskrifa fyrst. Það eru fyrirtæki sem ganga ekki sem að þú þarft að afskrifa þannig að fyrstu árin ertu þessi jóðkurva, þá ferðu niður áður en ferðu upp. Og þú þarft að geta einhvern veginn átt samtalið uppbyggilega á þeim tíma. En það er að breytast, finnst mér. Já, mjög. Mikilvæg vitundavakning og svona hluta þessari þróun sem við höfum verið að ræða. En svona kannski að lokum, hvenær kemur síðan fyrsti íslenski einhyrningurinn? Hvað segir það? Já, er ekki bara mjög stutt í það svona? Ég myndi segja allavega eftir 3 ár, kannski 2 og jafnvel 1. Einmitt. Það er ástæða að vera bjartsýn. Algjörlega. Já, við teljum niður í það, en það Svana, mér finnst þú vera pínlítið feimin með þetta. Ég meina það er félag sem er bara, sem þú þekki vel, sem er að því best veit komin bara býsna nærið þessu. Þannig að þetta er bara að gerast. Já. Nálgastóðum. Þetta er náttúrulega frábær þróun. Við erum alltaf varkál að þegar þú vilt realize þegar þú ert með búin að selja, það gerist. En við erum klárlega að sjá mjög mikla virðisaukningu í eignasafni frumdags. Það er alveg maður fagnar þegar að það er selt, þannig að maður er varkár í orðum, en það er rosa gaman að sjá hvað er mikið að gerast. Og bara alls staðar, á öllum sjóðunum. Það er frábært.
Við bara þökkum ykkur kærlega fyrir komuna. Þetta var áhugavert spjall í dag. Hvet ykkur til að kynna ykkur greiningu viðskiptaráðs inn á síðu okkar. Annars þökkum við bara fyrir þetta síðasta föstudagskaffi ársins og sjáumst hress á nýja ári. Kæra þakkir. Gleðileg jól. Já.